Góðan daginn, ég heiti Hilmar Ég heiti Steinar. og verkefnið okkar er að hanna og smíða færiband frá Gunni til þess að flytja steinefni. En við erum að vinna hjá Kólas sem rekur malbikunarstöð hér á Akureyri. Malbikunarstöðin framleiðir malbik úr steinefnum og tjöru sem er svo lagt á götur bæjarins. Við erum að gera verkefni í samstarfi með þeim. Við félagarnir fengum þessa hugmynd í haust þegar við vorum í vinnunni. Þá hefðum við virkilega þurft á þessu færibandi að halda á hverjum degi. Vinnustaðurinn hafi verið búinn að vera að leita af samsvarandi færibandi allt síðastliðið sumar en ekkert fannst, svo okkur datt það bara í huga að smíða það sjálfur og nota það bara sem lokaverkefni í leiðinni. Það sem við tökum persónulega úr ferlinu á hönnuninni og smíðinni á þessu færibandi, það er aukin hæfni í suðu, þar sem að síðustu suðurnar voru talsvert betri en það fyrstu, og svo það að teikna í Fusion 360 forritinu. Við vorum orðnir ágættir í því fyrir rest. Færibandið verður okkar eigin hönnun alveg frá grunni. Við erum samt ekkert að finna upp hjólið og höfum því kynnt okkur sams konar færibönd í stöðunni hjá okkur. Þannig að þetta er ekkert svo sem ólíkt því sem við þekkjum. Færibandið fær þann tilgang að færa steinefni úr steinefnahólfum beint í skófluna á hjólaskóflu. Þannig að þetta er svokallað úrtæmingar færiband. Við hönnuðum og teiknuðum festingarnar sem halda rúlunum á færibandinu. Þetta eru rúlufestingarnar en við erum með þrjár tegundir af rúlufestingum en það eru 45 gráðu, 30 og 10 gráðu halli á rúlunum. En rauninni þetta var eina sem við teiknuðum fyrir færibandi, hitt smíðið bara á staðnum. Við fengum gefins færiband sem við ætluðum að nýta okkur í að smíða eitthvað og nota íhlutin úr því. Við riðum í færibandið sundur, notum tromlurnar úr því og svo skúfurnar sem eru utan tromlurnar til að halda þeim. Við pússum tromlurnar og gera það fínar, skiptum legur. Planið var líka að nota gírmótorinn en komum svo að því að hann var alls ekki nógu stór. En svo nú ætlum við bara að sýna ykkur ferlið af smíðinu svona, með nokkrum myndum og eitthvað skemmtilegheit. Hönnunin okkar tók 204 klukkustundir á mann og smíðin og svo það er margt sem við hefum getað gert öðruvísi ef við verðum að gera þetta eitthvað aftur. Hér er mynd af rúlufestingunum sem við smíðum. Við erum með 7 festingar talsins, 3 45 gráðu, 3 30 gráðu og 1 10 gráðu. Hérna eru trómlurnar sem við endurnýttum á gamla færibandinu, pússum þær upp og skiptum legur og gerðum það fínar. Og svo þarna erum við að gera festingar fyrir skúfurnar sem að halda trómlunum. Svo erum við einnig búin að punta hérna rúllufestingarnar á burðarbitann. Hann er 160 x 160 x 6 prófíll, 6 metrar lengd og færibandið í heild sinni er rétt 7 metra. Á þessum tímapunkti í smíðinni þá voru við að festa festingar undir bandið sem halda reiminni en reimin sem við böndum hún er 3,5 metra lengd, 13,5 ætlaði að segja. Það er bara eins og það er. En við fengum hann í heilu lagi þannig að þá ættum við að setja hann á. Hérna eru búin að koma henni á bandið og svo þurftum við að smíða líka augun til að hífa það. Þegar augun voru komin á þá fórum við með það út og tjekkum svona staðsetningun á því. Já, þegar við vorum búin að máta færibandið og voru sáttið með staðsetningun á því, þá smíðum við lappir eins og sjást þarna. Þetta eru aftari lappirnar, það geta staðið í ýmsum ójöfnum. Svo smíðum við trekt sem er þarna vinstra megin á skjánum
og til þess að steinefnin detti af færibandinu undan beint ofan á okkar færiband, svo það sé ekki út allt. Að því loknu þá suðum við allt fast sem voru búin að punta og máluðum það svo. Þarna voru við komin bara svona í loka fráganginn. Við þurftum að setja hérna neyðarstopp, svona togneyðarstopp. Svo fórum við bara og hendum smurulögnum á þetta, svo væri einfaldara að smyrja. Hérna erum við komin með gúmmi innan í trektina til að minnka slit og þannig. Og svo skilrófan á bandið, það einnig þarf að hafa þannig. Já, næst fórum við að leita af gírmótor sem að hentaði fyrir bandið okkar. Það var býsna erfitt, fyrst að það kannaðist enginn við öxulmálið á tromlunum okkar sem var 45 mm. En þetta endaði með því að annar okkar var staddur í Danmörku að skoða malbikunarstöðvar og verksmiðjur sem framleiða malbikunarstöðvar. Og ég spurðist bara hreinlega fyrir hvort þeir ætti ekki mótor handa okkur sem pössuðu á færibandið sem gæti hendað okkur. Og það vildi svo skemmtilega til að þeir áttu mótor sem að þeir gátu látið okkur hafa og þeir senda hann svo bara til Íslands. Hann hafði legið hérna úti í nokkur ár hjá þeim. Við byrjum að mæla mótorinn en svo kom það í ljós að hann virkaði ekki. En það var svo sem allt í lagi, þannig við vorum aðalega að leita að gírnum. Þannig að við pöntuðum bara nýja mótor, tókum gamla mótorinn af og settum nýja á. Að því loknu þá skiptum við olíu á gírnum, þar sem að hún leit ekkert sérstaklega vel út. Og þessi mótor er 4 kW og með honum snýst færibandið 69 metra á mínútu. Já, mótorinn, hann er stjörnutengdur og eins og kom fram áðan þá er skilrofi á bandinu en það er mikilvægt því það er hægt að slá bandinu út og setja svo lás til að vinna unnið við færibandið. Svo kemur kapall frá skilrofunum, það er beint bara inn í töfluskáp í stöðinni og inn í tölvukerfi þar. Einnig eins og togneyðarstoppið, það fer einnig líka bara inn í töfluskápinn í kerfið á stöðinni. En hins vegar bara þegar við komum með það hingað, þá byggum við til svona kassa með stýringu, bara einföld stýring, bara start-stopp stýring, til að sýna ykkur hérna inn í vélasal á eftir. Já, hér eru svo með létt vídeo á pröfukeyslunni. Það spilast nú eitthvað hægt sýnist mér. En já, annars erum við með það inn í vélasali ef fólk vil koma að skoða. Já, annars viljum við bara fyrst og fremst þakka Kólas fyrir að láta þetta verkefni verða að veruleika. Og einnig viljum við þakka samstarfsfélögum okkar fyrir að veita okkur góða ráðgjöf og hjálpar hönd. Bara takk fyrir okkur.